Okay. Halló. Blessaður. Já, rifið mér. Jöp. Núna? Já. Byrjuðu að fara yfir liðsskipan. Þetta? Já. Hvað? Þú bara að fara yfir liðin? Jú, eða ekki. Já. Þú ekki bara að gera það? Gerðu það bara. Ég alveg... Það byrjaði að fara yfir lið Snæfells. Það er númer 4 Ísak Örn Baldursson. Númer 6 Dominíkas Súkauskas. Númer 7 Viktor Birnir Ásmundarsson. Númer 9 Aron Ingi Hinriksson. 10 Rúnar Þór Ragnarsson. 11 Darrell Fleik sem er jafnframt fyrirliði. Númer 13 Deandre Mason. 14 Ellert Þór Hermundarsson og 17 Sæþór Sumarleðarsson. Þjálfari er Vladimir Ivanković. Og lið vestra er skipað númer 2 Ingimar Aron Baldursson, 4 Hilmir Hallgrímsson, 5 Helgi Snær Bergsteinsson, 6 Gunnlaugur Gunnlaugsson, 8 Haukur Hreinsson, 9 Nebojša Knežević, 11 Rúnar Ingi Guðmundsson, 12 Hugi Hallgrímsson, 13 Guðmundur Auðun Gunnarsson, 14 Andrei Hjús, 15 Nemanja Knežević og 66 Egill Fjölnisson. Og þjálfari er Yngvi Páll Gunnlaugsson að venju. Jæja. Þá förum við bara að demba okkur í þetta. Beint í þetta. Þetta er... Fyrsti leikur vestra á þessu tímabili og Snæfells. Og Hugi byrjar með boltan uppi. Og nú verður þetta bara beint á póstið. Það er svolsins alltaf. Boltan er spólið þarna. Sexur með boltan og feikar það vel og hittir. Sérstaklega vel gert. Þessi lið spiluðu 3 leiki í fyrra og það voru jafnir leikir. Já. Og hérna Vestri vann 2 sem báða heimaleikina og Snæfell 1. Það er satt. Þannig var Hugi ansi óheppinn. Þetta var mjög gott kött hjá hann sko. Hrikalega góð sending líka. Já. Gott close-out og hittir ekki. Það frákast þarna. Hvað finnst þér nýja liði á vestra? Nýja leikmæriðin og Nemanja komin aftur í form og... Já, mér sko líst bara mjög vel á þetta. Þetta verður mjög spennandi í fyrstöldinu held ég, núna í vetur. Þetta er svona, það er eiginlega öll lið einhvern veginn óskrifað blað. Já. Held ég. Og það eru svona ákveðin kynslóðaskipti í gangi í boltanum. Fullt af nýjum ungum og efnilegum leikmönnum að koma upp. Það er satt. Og Andrei Hjús með skotið, hittir ekki. Og villa. Andrei Hjús. Ég held að þetta sé rétt, þetta verður rétt hjá hann. Á dómararnir í dag, það er Georgia Olga Kristjansen og Sigurður Jónsson. Það eru Fleik með boltan. En þau byrja að róla að segja Snæfellingar. Góð frákast en Nemanja. Ekki aftur. Við viljum ekki sjá þetta. Nei. Alls ekki. Alls ekki sjá svona. Aðeins svo mikla beygja á hann hlýða þarna. Já. Full mikið. Hugi Hallgrímsson. 16 ára piltur sem Það fórum að taka boltan upp. U16 landsliðinu. Já. Við erum með mjög hávaxið byrjunarlið. Já. Það er alveg... Og villa. Það er mjög gott kött þarna. Góð sterta körunni. Hann byrjar þetta. Hann, eins og í fyrra, það var þetta mjög gott tímabili á honum Nemanja en endaði mjög
snemma áður en komast í play-offs. Já. Því miður. Yttir úr fyrsta, það sjálfsögðu. Það munaði heldur betur hann hérna í úrslitakefninni. Já, já. Munar svolítið 20 frákust og 20 stig. Það sýttir bæði vítur hann í. Bæði vítur hann í, það er mikilvægt. Það síðast þurfa konur í svæði. Það er bara svínvirkar. Löng sending hjá hún Ingimari og Hugi klárar ekki, því miður. Darur Flake með frákastið og DeAndre Mason upp með boltan. Ég sé að Snæfell sé með mjög ungt lið, alveg nokkrir ungir hana. Bara mjög ungir sko. Mjög ungir leikmenn. Þessi til dæmis nummer 9, Aron. Hann er ungur og efnilegur. Aron Ingi. Aron Ingi. Lítur út að vera mjög snöggur. Snæfell er með mjög snött lið. Já, þetta var frábær sending hjá honum Nebousa. Beint honum Manja. Það þurfti ekki að gera mikið en bara leggja hann í eftir þessa fínu sendingu. Og við erum áfram í svæði. Þeir til í svæði. Þetta er nefnilega hættan. Já. Og hann vinnur ennþá. Vel gert hjá honum Nebu, en alls ekki samt. Og Aron... Já, hann treysti sér ekki á móti. Andrei. Og DeAndre Mason með skoti með þristinn og klúðrar honum. Og Nemanja aftur með frákastið. Þessi maður er hrikalegur. Þetta er mjög algeng sjón, sko. Hann tækir frákast. Ingimar gerir vel. Dreifur á sig villu. Fiskar villu hana. Þetta. Snæfell er að safna á sig villum hana. Komin 4. villa í þeim. Já. Það er bara bónus næst. Þeir ætla að notfæra sig það. Keir á körun aðeins. Frábær sendingu. Frábærlega gert hjá Nebu. Það lítur út úr að vera mjög einfalt en það er útsýna sem í þetta. Við höldum áfram í, þetta var frábær sending. Þetta var flott sending. Virkilega vel gert. Frábær sending hérna frá Dominikas. Já. Hérna kemur Andrei með skot. Skot, klúrar og Nemanja setur hann inn. Blakar svoni. Sóknar frákast og karfa. Vel gert hjá honum. Þetta er ekki auðvelt. Alls ekki auðvelt í trafík. Já, við fáum innkastið. Vestur var innkastið. Það er skipting. Það er nýr leikmaður Vestra sem kemur inn á, nummer 13. Guðmundur Auðun. Gunnarsson, já, kemur frá Keflavík. Uppalinn þar. Vestra er komin með 3 nýja leikmann á þessu tímabili. Aftur. Já. Og Nebu gerir vel. En hittir samt ekki og Darur Flake með frákastið. Já, þeir missa boltan. Þetta flytja boltan. Og Ingimar með þristinn og hann klúðrar honum. Nebu með frákastið, sóknar frákastið og fer á unga leikmann. Og Gummi með fyrsta skotið og klúðrar líka. Já, og Vestri stillir áfram upp í svæði. Ég held, þó að hann sé búinn að klikka á 2 skotum, þá held ég að hann sé ágætis skytta. Skýta hann, DeAndre. DeAndre, já. Já, þá þarf hann að passa sig að fá ekki 3 sekúndur. Já, frábær sending, gott verk. Og 1. Ingimar Aron. Ungur leikmaður Vestra. Frábær sending. Frá Nebus, já. Nebu inn og, nei ég segi Nebu inn. Gulli inn og
með manni út, búinn að gera vel í byrjun leiksins. Já. Og Ingimar setur vítið. Þeir eru eitthvað svona hikandi á móti þessari svæðisvörn. Þeir veit ekki alveg hvernig þeir eru að Mér er nú að virka vel síðan. Já. Það er mjög gott. Þetta var vel gert. Og hann klárar. Hann er nokkuð snöggur þessi. Hérna Dominíkas, já. Var hann með Snæfelli í síðasta tímabili eða var hann að koma núna? Já, ég held að hann hafi verið að koma núna bara. Þessi. Og missi boltan hana. Flaugalega. Og villa. Þetta var kannski alls ekkert svo vitlaus villa. Fekk ekki ásetningin. Betur fyrr. Stoppaður hæflufið. Leikur byrjar mjög vel hjá Vestra og ekki svo mjög mikið á Snæfelli en þeir... Þetta fer rólega staði í stigaskoruninni. Það báðum liðum svo sem. Darrell Flake spilaði með skallagrím á síðasta tímabili og DeAndre Mason klúðrar aftur sig. Ég myndi nú kalla... Þetta er fannbúr. Skot. Klúðrar. Nebo með frákastið. Já. Nebo er búinn að spila alveg mjög lengi með Vestra og KFI á sínu tímabili. Og Gulli með glæsið gott en blokkaði á hann DeAndre. Gulli áttaði sig ekki á því að hann væri með hann í bakinu. Já. Og þeir taka leikli, Snæfells menn. Þetta byrjar mjög vel. Já, þetta byrjar ágætlega. Og mér bara að sjá sem besta sóknir báði liðum og vörn. Þá var þetta alveg spennandi leikur. Já, ég gæti alveg trúa því að þetta yrði nokkuð spennandi allar leið. Svona fiðringur í vönnum, fyrsti leikurinn og svona. Fyrsti leikur alltaf óþægilegasti leikurinn myndi ég segja sko. Alltaf maður er mest spenntur og stressaður fyrir honum. Já, akkurat. Þetta er svona eins og þegar bellinir eru að koma út á vorin sko. Já. Það er ráð ekkert almennilega við sig, það er svona spenntar. Já. Við séum að það sé alveg mjög margir komnir inn í stúkuna hérna. Þeir eru að taka bæði tvær stúkunar út. Já, víst vel á það. Mjög góð mæting á fyrsta heimaleik. Já. En það er mjög mikilvægt fyrir bæði lið náttúrulega að byrja vel og það er alltaf sterkt að byrja á sigri fyrsta leik. Já. Það er svona setur tónin svolítið. Gerir það oftast. Það hjálpar allavega. Vestra á innkastið undir körfunni. Vestra á innkastið. Sjáum hvort þið setja upp eitthvað skemmtilegt. Sýnst Nebo að fá boltan hana. Vestra var mjög efnilegt úr þessum stöðum í fyrra. Einmitt úr innkastum. Já, innkastkerfunum. Ingimar með þristinn og fljótur þristir en Andri með still. Smá fumble og... Gott feik hjá honum. Nei, þetta er skref. Skref? Skref. Skrif á Guðmund. Það fannst það nú kannski svolítið tæft en sennilega hefur þetta verið rétt. Dómararnir þeir sjá þetta allt saman. Já. Við höldum áfram í svæðinu, það virkar ágætlega. Þetta hægir líka svolítið á leiknum. Snæfell sé byrja að steig út af. Já. Þetta er út af. Góð vörn hjá honum Andri. Vel lokað. En þetta er akkurat málum. En að stýra mönnunum á baseline. Það er alltaf hjálpinn á það. Ingimar með boltan, hleyfur sér aðeins og Andri hann keyra kurfunni og þetta er sterkt upp en klárar ekki. Það er tvö víti.
2 mínútur eftir. Eins og það svona rólegt í stigaskorunni, menn að reyna að finna sig, finna rytman. Það kemur svona smátt og smátt. Andri Hughes, mjög ungur leikmaður sem var að koma, klúður á fyrsta víti. Já, hann er rauninni Bandaríkjamaður með þýskt vegabréf. Já. Að hann flokkast sem Evrópu. Klúður á báða vítum. Það er mjög spennandi að sjá því að við geta Nemanja og hann bæði spilað inn á velli. Gulli. Þetta er greinilega allt mikið íþróttamaður. Já, sést á honum. Já, og vill á hann fara að klára. Og einn. Já. Engin karfa. Engin karfa. Það leið sennilega aðeins svo langa tími. Frá því að villan átti sér stað á þangað losa sem við boltan. Öllum líkindum. En Vestri fær samt víti þegar komið í bónus. Já. Snæfell komið 5 villir á sig í fyrsta leikluta sem er ekkert mjög spennandi að sjá. Ekkert mjög gott. Nei, það er ekki. Það er þetta gott fyrir Vestra ef að menn lendi í villumvandræðum. Já. Setur annað vítið honni. Ungur leikmaður, Ísak, kemur inn á völlin fyrir Dominicas. Mjög ungur og efnilegur leikmaður, spila með U15. Já. Ísak Örn Baldursson. Já. Ungur og efnilegur. Ivankovic að reyna að koma einhverjum skilabóðum til sinna manna. Lætur vel í sér heyra. Ísak með sendingu beint á. Nei, hann klikkar núna í þriðja skiptið. Nú er Snæfell komið í svæði og það virkaði ekki vel. Ísak Örn með boltan. Díandri og skot, þetta var ekki nógu góð vörn. Nei. Stígur út af. Já, Ingimar stígur út af. Hann var alveg tæpur á því annað sko. Þessar línur eru ofta flækjast fyrir manni. Svo margar línur á velli. Það er alltaf margar. Já. Díandri með boltan reyna frá inn. Já. Sendur á Ísak. Já, og hann stígur út af. Stígur út af líka. Það er sem ég segi, þessar línur með það. Það er alltaf flækjast fyrir manni. Nú væri bara sniðugt að fá eina góða sókn fyrir Vestra. Stilla vel upp. 7 sekundur eftir og Gummi með boltan. Ekkert svo góð sending á hann. Þetta var smá miskilningur. Þarna. Hann gabbaði ekki bara andstæðinginn heldur líka Samherjan. Já. Með svona no-look sendingunni. Og tilgangslaus villa myndi ég segja sko. Já, algjörlega. 2 sekundur eftir og... Ekki nema, jú, þetta... Svo sem það er 1,3 og þeir eru ekki í bónus. Þannig að þetta slapp hjá honum. Já. En það var komin í hálfgerð ógangur og... Svo sem... Og hann klúrar. Fyrsti leikluti búinn, Vestri 14, Snæfell 8. Ég myndi nú segja að Vestri byrjar mjög sterkt í fyrsta leikluta. Með góða vörn og ágæta sókn. Já, það er alveg að segja það. Ég held að það hefði komið Snæfell svolítið óvart að Vestri skyldi fara strax í svæðisvörn. Það var ekki alveg reiðubúnir fyrir það. En mig grunar að hann hafi nú eitthvað upp í erminni. Þjálfarinn hjá Snæfell. Þannig að
DeAndre Mason, þetta er nýju kaninn hjá Snæfelli eða ekki? Jú. Jú. Þetta er ekki sami leikmaður en var í fyrra. Já, Christian fór til Breiðabliks. Já. Og kom Darrell Flake og DeAndre Mason. Þetta er svona skemmtileg blanda kannski af eldri og yngri leikmannum. Já. Bæði liðin eru með svona skemmtilega blöndu á eldri og yngri leikmannum. Akkurat. Það getur oft verið bara mjög gott. Fá þessir yngri tækifæri að læra þessum eldri. Já. Og þessir eldri að miðla reynslunni. Þannig að þetta er oft bara mjög gott fyrir báða. Báðar kynslóðina. Já. Engar skiptingar hjá vestra. Andrei fór út af og Nemanja kom inn. Já, þau eru alltaf greinilega að halda áfram í svæðinu. En það hefur engin ástæða til annars ef þetta er að virka. Virka mjög vel hjá þeim sko. Búin að stoppa alveg nokkur tækifæri hjá Snæfelli til að skora. Já. Og þeir einhvern veginn eru svolítið staðir. Það er taka hana eins og Flake núna að flasha upp á high post. Þetta var allt opið skot sem hann fékk hana. Inn og út. Þetta er svona, það vantar kannski meiri hreyfingu. Bóðsson með boltan sem eru Gulli fyrir inn, sendur á Gumma og Gummi hittir, ekki skotinu. Nemanja með sóknarfrákastir, hrikalegir sóknarfrákastir. Kemur. Já. Og þetta er hættan. Ísakörn opinn og skýtur og airball. Þarna var klárar vel. Þarna náði Flake góðri stöðu undir körfunni, var með Nemanja í bakið. Fekk villu hvar var góð. Nemanja. Hann kann þetta alveg, Flake. Já, hann spila mjög lengi í deildinni og með öðrum liðum á Íslandi. Já. Og það er skipting. Það er Ingimar sem fyrir út á og Hugi Hallgrímsson inn. En Nemanja er eitthvað ósáttur. Ég myndi nú ekki að kalla villu á þetta sko. Ég myndi nú að leiða svo sleppa hjá honum. Og Guðmundur fer upp í þrýstinn. Já, Gullina í frákastinu. Já. Og það er brotið á honum. Gulli fyrir í vítin. Þetta var önnur villan á Rúnar. Það setur fyrir að vitið hann í. Ég myndi nú ekki að kalla villi á þetta hjá þegar Nemanja tók áðan. Þegar við skoðum þetta í endursýningu. Já. Flake gerir þetta mjög vel en ég myndi nú aldrei kalla villu á þetta sko. Nei. Þeir skora tiltölulega auðvitað Alls ekki villa sko. Alls ekki villa. Svo nefnum boltan, Nemanja beint á póstið. Já, það er brotið á honum strax. Og villa. Þeir verða bara fyrir út á honum. Þeir ráða illa við hann undir körfunni. Það er mjög erfitt að stoppa hann undir körfunni. Það er ekki margir sem geta og bara eiginlega enginn. Stór og sterkur og þarna fekk Rúnar sinn þriðju villu. Það eru 2 með 3 villur hjá Snæfell, Aron og Rúnar. Það er ekki alveg mjög gott fyrir þá. Já. Og nei! Það er brotið á Nemanja. Við viljum alls ekki sjá þetta aftur í gólfið. Þetta er það sem að þeir munu augljóslega lendi vandræði með. Þeir eru núna búin að brjóta tvisvar í þessari sókn. Og DeAndre kom með 2 villur. Kemur hann svo inn fyrir Gulla. Spenntur að sjá hann spila
með Vestra þetta tímabil og Já, sjá hvað hann getur. hann lítur út að vera mjög sterkur líkamlega og hérna ég hef svona heyrt að hann falli alveg ágætlega inn í hópinn. Já. Það skiptir líka máli að svona félagslega þátturinn. En mann ég setja bæði við deginn. Þetta er mjög skemmtilegur félagi í liðinu. Já. Og DeAndre snúri sér vel og klárar ekki. Andri ekki með frákasti. Og nær frákastinu sínu. Það er greinilega bara áttu hundur. Og Aron keyrir inn og vill á huga. Maður sá það alveg huga langaði virkilega blokkan hann sko. Virkilega mikið. Blokkið á huga komst inn á karvan.is daginn. Já, einmitt. Og hann klúrar, hann Aron. Þetta var vel gert þegar Aron samt að dræfa svona á körfuna. Það er greinilega snöggur. Það klikkaði reyndar á fyrir vítinu. Og báðum vítunum. Óöfnum með það. Alls ekki. Boltinn eitthvað sleipu greinilega. Nú fyrir Guðmundur út og Ingimar inn. Síðasta tímafélag Ingimari, það var mjög spennandi. Mjög góð skytta. Já, hann átti ágætis tímabil síðast. Vel gert að huga hérna, að klára þetta bara. Já. Glæsilegt trómslag hjá honum Huga Hallgrímsson. Helvíti var þetta nett maður, ég bjóst nú ekki alveg við þessu. Þetta var bara eins og að drekka vatn hjá honum. Ég er bara gæsa út af þessu. Já, þetta var virkilega vel gert. Skemmtilega gert. Svona á að gera þetta. Já. Og nú ennþá betra. Já. Góð sending á. Æ. Þetta má ekki gerast. Við sjáum Mingo kalla. 3 á 1 sko. Við erum að tala um það. Við sjáum Mingo kalla sendi þetta sem loftsendingu beint á hann. Já. 20-13. Snæfell með mjög rólegur að byrjun í þessum leik. Já. Stýra hann og Björn með boltan, sendir át Aron. Aron dræfar. Já, og klárar ekki en Darren með frákastið og klárar. Hann klárar 2 stig. Það er leikli. Tæpur á klukkunni hana. Þarna sástu hvað hann var hræddur við Nemanja. Breytti skotinu sínu mjög mikið. En fleiknaði frákastinu og hann Gott hjá Nebojsa og nær ekki frákastinu. Stuttu skoti. Jansi keyrir körfuna og klárar ekki. Nei. Með eigin frákast, sendir á Ísak skýtur og klúðrar líka. Og tekur ennþá frákastið. Ég er svo villa. Já, þetta er svona villa. Glæsilega. Þetta er þriðja villan hans. En við sjáum hann að róa sig niður. Hann er aðeins væstur. Í 3 leikmenn hjá Snæfelli komið 3 villur. Já. Það er ekki góða fréttir fyrir Snæfell. Það eru ennþá 26 mínútur eftir að leikna. Rúmar. Já. Ingimar komið boltan, sendir hann að Manja sendir hann Nebo beint inn, feikar og tekur villan á sig. Já. Hann er með miklu minni manna og léttari á sér. Þeir eru auðvitað notfæra sér það bara í allan dag. Boltinn flög eitthvað lengst út í hornið hana sjáum við. Einstan á helviti. Já, sækið orðbræði. Magnað að hann skuli hafa hann inn á ennþá. Við erum búið hittur fyrsta vítinu. Þetta er alltaf spurning. Skuli hafa DeAndre inn á það með 3 vill. Og hittur báði vítum. Nú koma trómundina inn.
stúkan alveg full. Aron feikar vel og Andri í close-outið og Dominíkas hittir þristinn. 22-18. Guðbjörn Leifsandri í pikkið. Nei, Nanna hefði áttanlega að sleppa. Þetta er alltaf spurning þegar maður stekkur upp með boltan á þess að vera 100% öruggur með sendinguna. DeAndre Flake beint í þristinn, en ég myndi segja að þetta væri tilgangslega skot. Leifa boltan að renna aðeins. Já, nú vilja menn bara fara að auka hraðan og taka sín skot. Faraði beint á DeAndre á fjórðu villin hans. Þetta er ótrúlega vel gert. Vel gert. Enda líka, það er að gera að fara á, fyrir Vestra að fara á númer 13. Það getur ekki beitt til 100%. Gamli Nemanja kominn aftur. Gamli, betri, myndi ég að segja. Já, ég held að það sé mjög gott ráð núna hjá Vestra að dæla boltanum inn á þann sem að DeAndre er að dekka. Þannig að láta fá fjórðu villina. Ísakar aftur með skoti og hittir ekki. Hann sem er frákastið og keyrir beint á körfuna. Hikar ekki við að næstum. Frákast. Nemanja með frákastið. Já, nú borgar sig bara að vera rólegur. Og beint aftur á DeAndre. Tekur skyhooki og fjórða villan. Þetta er eins og ég er að segja. Hann er að fara út af, eins og ég sagði á hann, komir rosalega óvart að hann skildi vera með hann áfram inn á. Og Snæfell með timeout. Já. Ekki bara að hann er komið þrjárvillar, heldur hann virkar svolítið æstur. Já. Aðeins æstur. Og þegar menn er æstir þá passa þessi ekki alveg vel varnarlega, ekki? Hann mun ekkert spila meira í þessum leikluta held ég. Nei, kannski koma aðeins inn í þriðja og fjóra. Já. Það eru 2 leikmenn með 4 villur. Það er Aron og DeAndre. Já. Og 1 með 3, Rúnar. Á meðan þetta er bara mjög temprað hérna hjá Vestra. Það er 1 með 2 villur og það er Hugi. Og 4 með 1 villu. Nei, 3 með 1 villu. Ingimar með 3 stig, Gulli með 2, Nebo með 7, Hugi með 2 stig og Nemanja með 10. Þetta dreifist alveg mjög vel hjá þig. Já. Og hinum megin er Dominíkas með 7, Rúnar með 4, Darnell 5 og DeAndre með 2. Það eru 5 mínútur eftir. Það eru leikluta. Við sjáum Nemanja ræða eitthvað við Olgu. Já. Það er alltaf gaman að tala við dómarana. Já. Alltaf gaman að þræta við þá. Já. Sjáum yngar skiptingar og DeAndre heldur áfram inn á. Með Darrell. Ok. Þetta er áhugavert. Og Nemanja hittir einu. Fyrra. Sjáum við Aron koma upp með boltan. Nei, Dominíkas þetta er akkurat skotin sem að Vestri vill að Snæfell taki. Góð sending góð boltarhreyfing. Fín boltarhreyfing. Það átt að reyna að klára þarna einhvers staðar. Nú er hann að fara á körfunni á. Þetta er vel gert. Vel gert, vel klárið. Keyrir á körfuna. Virkilega vel gert hjá Nebosja. Við leyfum hann að keyra niðurna. Það kann ekki góðurleika stýra. Svo við DeAndre með boltan, sendir Dominíka. Jú. Og DeAndre með þrist. Það hittir ekki. Ég myndi kalla skotklukku. Það fór upp í klukkuna. Já. Hann er alveg að missa sig núna hérna þjálfarinn hjá Snæfelli. Stendur hann á velli. Segir ekki að hann missa sig, hann er mjög ósáttur. Já. Vil ég segja. Því myndi ég trúa.
Já, það er ekki ástæðulaus. Þá sjáum við Nebum boltan, pikk, Nemanja. Nú vantar smá hreyfingu, nú vantar hreyfingu á boltan. Fara aftur í pikkið. Þetta pikk virkaði mjög vel í fyrra hefðan. Ok, og svo er þristur hérna. Og hittir. Ingimar setur þristin í horninu. 30-18. Þau fara aftur í Skrín, hérna. sendir út. Tekur ekki skot. Nei, hann er ekki búinn að hitta einum þristi. Þetta er ekki gott. Snýr vel en klárar ekki. Ótrúlegur. Aðeins og löng sending en þau náði. Já. En þetta er Snæfell bolti. Það er skipting. Sjáum við Huga koma út. Huga fyrir út af og Guðmundur kemur inn á. Þetta er rosalega svona Góð sending á Darrell og vill á Nebo. Ótrúlega segur. Nebo tekur villan á sig. Þeir eru svolítið staðir, það er ekki mikil hreyfing á sókninni. Það standi bara svolítið á bíði. Vantar aðeins meira flæði kannski. 3 leikmenn, nei 3 segir. 4. 5 leikmenn farnir frá vestra frá síðastu tímabili og í þetta frákast. Já. Vestarboltið eða ekki? Jú, vestarboltan. Þetta er góð barátta hjá Snæfelli, þeir eru alltaf í frákastunum. Sem Nebo komið við boltan. Nú er skotklukkan fór ekki í gang. Já. Og Snæfelli komið í 2-3 svæði líka. Svæðið virkar mjög vel hjá vestra, búin að vera í því sem fyrsta leikflita. Heldur betur. Nú sjáum við Sæþór komið inn á fyrir DeAndre. Akkurat. Ég þykist alveg vita að þetta er svolítið taktískt náttúrulega hjá honum Ingva. Þeir eru mjög snöggir, mennirnir. Já. Þess vegna er... Næstum því. Þetta var flott tilraun maður. Gummi feikar vel, skýtur þristinn og klúrar. Já, en hrikalegt. Hver nær frákastinu? Hrikalegt, Nemanja. Annar en Nemanja. Ingimar með þristinu hittir ekki. Andrei með frákast. Feikar vel og keyrir inn. Ég myndi kalla vill á þetta. Já, þetta var tæft sko. Þetta er stundum svona. Þegar boltan er strípaði svona manni og hann fyrir beint niður. Þá fær vörnin stundum að njóta af avans. Byggja á Andrei. Nebo keyrir inn og klárar. klárar. Ótrúlega fallegt. Það er stundum við svona hvað maður að segja, svona flugdreki, hann svífur svona bara létt og fallega í gegnum loftið. Já. Sjóndaminningarnas komur að setja pikið, Darri með boltan, keyrir inn, tekur skotið og hittir. Þetta er bara automatic sko, þessum. Já, nú fyrir að passa okkur að fara ekki að drifla loftið úr boltanum. Ingimar opinn, ekki. Þetta er beint onni. Það er alveg pottet mál. Alls ekki að láta hann standa einn út í horni án þess að hafa einhverja vörn á honum. Já. Það er mjög þægilegt að fá galopið skot. Það er það alla jafna fyrir menn sem að geta skotið þokkalega. Hún er manni með frákast. Já. Góð sending á Nemanja. Þetta er stórkostlega gert. Þau eru virkilega vel gert. Connection hjá Nebósia og Nemanja er bara annað sko, eitthvað annað. Þeir eru farin að þekkja hvort annan svolítið vel sko. Það sést alveg. Það er skrín. Ísakvörn með skotið og klúðrar. Beint í spjaldið. Glæsileg hrein. Þetta er flott boltarhefing. Allt í lagi. Og Andri með frákast.
Já, Gummi núna setur beint það. Núna setur það. Og hann klúðrar. Kemur. Er Gummi búinn að hitta einhverju skoti Nei. á þessu, í þessum leik? Það er alveg örugt að hann getur skotið, finnst hann hefur alltaf að trú á skotinu. Þetta er svona stundum hitti maður ekki 4-5 í röð, svo allt í einu hitti maður 4-5 í röð. Mikilvægt að Þetta reyna. er svona lögmál tölfræðinar einhvern veginn. Já, galopin. Setur það til dæmis? Nei. Ekki. Næstu því? Það er bra við. En er fyrsti hálfleikur Vestra Snæfells. Vestra með 37 stig og Snæfells með 20, 17 stiga munur. Ég myndi segja að þessi byrja bara mjög vel. Já, þetta byrja mjög vel fyrir Vestra, en samanskapið ekki alveg eins vel fyrir Snæfell, sérstaklega því að það eru 2 hérna með 4 villur. Já. Það er mikilvægt með leikmenn með 4 villur. Já, þannig að þetta verður spennandi sjó. Þetta þróast seinni hálfleiknum. Já. Tökum pásu. Samst þessum á. Það er það. Herru, ég þarf að hlaupa aðeins. Það talaði mennina. Can't have one without the other.
played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the strand. Jæja, nú byrja fjörið aftur og vestri með innkasti Hugi Hallgrímsson sendir á Nebo. Nebo fyrir upp með boltan. Sendir á Ingemar. Andri setur pikkið. Ingemar missar boltan og sendir hann samt á Andri. Andri horfir. Sendir á Ingemar. Ingemar skotið. Hittir ekki. Og Andri sendir hann út. Andri 0-5 í fyrsta leikluta og 0-2 í vítum. Það er ekki svo gott, ekki mjög góður fyrsti leikur hjá honum, en hann er
Hún gengur vel í vörninni sem mjög mikilvægt líka en var að spila múti liði eins og Snæfell. En Baldur pínu seinni hérna en hann kominn. Nebo keyrir inn og klárar glæsilega. Frábærlega gert. Frábærlega gert. Ég var einmitt að tala að pínu seinni hérna. Ég var einmitt að tala að pínu seinni. Já. Það var vill svo megin. Já, ok, það er góð. Það er áfram Svæðisvörn. Svæðisvörn virkar vel hjá Svínvirkar alveg. Dominikans með airball hjá þeim. Hugi keyrir inn, sendir á Nebo. Nefn hann pikið, Nebo keyrir vel. Keyrir inn en Darrell blokkar hann. Það er vel gert hjá Darrell. Nebo 4-6 í fyrsta leikhluta. 3-4 vítum. Já. Gengum mjög vel hjá þeim. Vítan er ekki svona sómasamlega. Góð tilraun hana. Fimmta villa á DeAndre. Er það? Mér sýnist það. Nei. Hann stendur áttur enda inn á. Þetta var villa á Dominikas. Það voru hefnir. DeAndre Mason, 1 af 13 í skotum. Það kemur mér svolítið óvart þennan sem er 0 af 8 í þristum. Sýndist hann vera betri skýtt en þetta í uppbytun náttúrulega. Það hefur nú sem ekki mikið að segja hversu vel þú hittir í uppbytun. Nei, náttúrulega. Góð vörn á Ísaki. Sending á Darrell. Ísaks aðeins stressaður en hittir þessu skoti. Þetta var vel gert. Góð gafnhreyfing hann og upp í góðan jumper. Nebo með boltan. Faraði rólega. Já, auðvitað beint inn á. Beint inn á. Stendingu Hugi með þristinn og Hugi hittir ekki. Sjáðu þessi barátta. Ingemar klárar ekki. Darrell skutlar sér í boltan. Klúðrar honum. Þeir missa boltan núna. Svakaleg barátta í manni. Þetta var í rauninni frákast frá honum. 41-22. Vestri 41, Snæfell 22. Æjæjæj. Snæfell bolti. En nú myndi ég fókusera á það bara að reyna að koma kananum hjá þeim út af. Já. Kananum eða Það er stólinn bolti. Nú mann ég upp með boltan, stórmaður upp með boltan. Nei, hvað er hann að gera? Þetta var skrítið sending. Mjög sérkennileg sending. Hefði átt að bara keyra beint á körfuna. Dominikas keyrir inn, gerir vel, feikar vel. Það var virkilega vel gert en hann fær villuna líka. Hér er bara búinn að setja á hann í. Dominikas 3 af 7. Þetta er fyrstu vítin hans. Fyrstu víti. Við heyrum að trómurnar virka ekki á hann. Það sjáum við það. Settu fyrir að víti. Og setna. Setur bæði vítin. Sending á Ingemar. Rillar aðeins. Nebo keyrir inn. Já, eftir. Og klúðrar. Sjá Dominikas komið upp með boltan, fljótur upp með boltan en Ingemar stoppar hann. Já. Stóðsending og beint. Upp í beint. Auðvelt leiðu. Sending á Ísak galopinn, skítur, hann hittir ekki. Þetta er náttúrulega ekki gott þegar menn fá svona opinskot. Það endar náttúrulega með því að þeir hitta þessu einhvern tímann. En þetta er svo sem í lagi á meðan þeir hitta ekki. Skipting á vestra, Gulli inn, Andrei út af. Andrei er 0-5 og 0-5 í vítum. Þetta er allt opið. Galopinn Aron, hittir ekki. Þetta hlýtur enda á því að þetta fær honum. Andrei gerir vel.
Nei, Nemanja. Sendur á Nebo. Góð vörn hjá honum Ísaki. Já, hann er alltaf alveg bara... Mjög fljótur leikmaður. Gott kátt hjá Gulla, sendur á Nemanja. Þetta gat ekki verið hann að vilja. Það greip nú bara Það þarf að stoppa þetta tröll einhvern veginn. Þetta er eina leiðin held ég. Það borgar sig að gera það með hann með baki í körfunar. Hann fær hann ekki í körfu, þetta er víti. Jú, hann er konum bónus. Eða hvað? Þetta er þriðja villan hjá þeim. Nei, önnur segi. Já. Já, í þessum leikluta. Já, Nei, við erum ekki Nei, við erum alveg... Vestur er ekki í bónus, þannig að ég skil alveg að þjálfarinn sé svolítið ósáttur við þetta en þess að hann var ekki að fara upp í skot. Við sjáum DeAndre rífast eitthvað við Sigur hann á Vítali á sætlæðin. Og hann setur bæði vitina við, vel gert. Það var kveikt upp. Sendur á Aron keyrir inn, sendur út á Ísak aftur með skot og hittir ekki. Darvar Fleik með frákastið, vill á Nebo. Vill á Nebo, var innkast. Þetta var vel fyrir skot. Dominikunas með innkastið, sendur á Ísak, sendur á Aron. Mjög fljótur leikmaður, keyrir inn. Nebo með stórum bolta. Vel lesið. Sending á Hugi, klárar ekki. Nebo með frákast, sending á Ingimar inn á opnið og þetta er ekki vonið. Ingimar að setja yfir frákast. Frákastinu og já, ég held að þetta er skynsamlega gert. Bara róa þeim. Það er svo mikið mikinn tíma eftir en Hoppar inn í. Já, þetta er frábært frákast. Skert hjá Huga. Stoppar hann við. Beint á Darrell. Næsilegur snúningur. Þetta var nú vel gert hjá Fleik. Fyrst hann komst upp með það. Það var svona tætt en svo sem sýndist alveg vera clean. Og Snæfell timeout. Nei, Vestri timeout. Já. Fyrsta timeout eða Vestra. 45-24 staðan. 21 munur. Þetta er svolítið mikið sem þau þurfa að brúa núna, Snæfells menn. Þeir þurfa eiginlega að fara að reyna að minnka bilið eða ætla að séðan að vinna leikinn. Það er ekkert gott að vera undir svona mörgum stigum í þriðja leikluta. Nei. 5 mínútur eftir. Það er ekki gott þó svo allt geti gert eins og við vitum í körfubolta. Þarf oft ekki nema 1-2 rönn og þá er þetta bara 5 stig allt í einu. En hérna þetta svona miðað við hvernig flæðið hefur verið í leiknum þá svona sér maður ekki að það fari eitthvað að gerast. Nei. Það er einhvern veginn líka að ná að stoppa þetta ef þeir eru fljótir aftur í söðursveituna þá eru þeir ekkert að fara að ná einhver hraðaupplöpum. Þeir þurfa að ná hraðaupplöpum til þess að vinna þetta. Þeir þurfa að fá auðvelda korfur. Keyra upp hraðan. En það er svona svolítið eins og Vestri sé að stjórna hraðanum. Og svona bjóst aðeins við því að Snæfell myndi reyna að keyra upp hraðan með þessa ungu snöggu gaura og... Já. Ingimar setur pikk. Já, Nemanja, Nebo. Gerir vel. Það hittir ekki. Frábær gabbreiðing. Gulli með... Frábær gabbreiðing þarna. En fínt að þeir náðu frákastinu. Þau spila þetta. Nebo... Nei, þetta var nú... Ég myndi kalla villu á þetta sko. Sending og klárar. DeAndre klárar. Fyrstu stigin hjá honum. Nei, önnur stigin hjá honum. 4 stig. Því gerir. Sendur hann Nemanja. Já, glæsilega gert hjá honum. Virkilega gert. Þetta er eitthvað svo smúð hjá honum alltaf. Það er eins og hann hafi ekkert fyrir þessu, þetta er ógeðslega erfiðar hreyfingar. Já. Fleik með skoti og hittir. Þetta er bara automatík, ég er að segja það. Ef hann fær boltan þarna, tiltur upp í skot, þá setur það.
Hann er búinn að gera þetta svo oft. Síðasta tímanum með skallakirmi var hann 59% frá tveggja. Já. Dominikano stelur honum vel og heldur honum inn á. Vel gert. Vel gert hjá honum að... Nei, Tapar honum samt. Þetta var klaufalegt. Klaufalegt eftir þetta frábæri vörn. Ég myndi kalla tæknivilla á þetta sko. Þarna fer Deandri út af. Og inn að kemur nummer 10, hann Rúnar. Rúnar með 3 villur. Rúnar Þór. Ég myndi segja að flestu leikmenn hjá Snæfelli eru með alveg í villu vandræðum sko. Alls ekki og með manni á þristin og hitt. Með manni með þristin. Hvað er að gera í þessu maður? Þú getur ekki farið frá þessum manni heldur sko. Þetta er alveg magna. Þessi vörn hjá Vestra. Já. Allah. Þetta er allt og auðvitað samt einhvern veginn. Allt og á ekki að hleypa svona í miðuna. Það er bara bannað. Hugi keyrir inn. Vill á þetta. Myndi ég segja. Það er alveg nokkuð. Já, þetta er ekki auðvelt skot, svona flóterar. Nei. Þetta er ekki nema það er ekki nema þessi færistu sem geta gert þetta auðvitað. Við sjáum Andrei og Hilmir tilbúin að koma inn á. Hilmir líka mjög efnilegur leikmaður rauð 16. Já, nú þurfum við að fara að skjóta. Og Gummi í skotið og hittir. Já, nú setur það. Það er bara að skjóta á síðustu sekúndum skotklukuna. Það var svona smá auka pressa á vandana sem vera. Það var 0-6 í fyrsta leikluta og 0-5 í fyrstum. Já, þetta er ekki góð vörn. Við megum ekki vera skiljaður eftir svona opnar. Það vantar meiri rótringu. Hreyfingu. Gjör vel, sendur Ingemar þristinn og klúðrar. Við náum frákastinu. Og Gummi aftur. Ég er að segja það. Hittir ekki. Nei, tilgangslaus villa. Þetta var svona letivilla. Já. Við sjáum Ingemar koma út, fara út og Gulli fara út af. Og Gulli fyrir Andrei. Og Hilmir og Andrei kom inn á. Hilmir bróðir Huga. Jú. Hæ? Hilmir bróðir Huga. Já. Bæðið 16. Þetta eru mjög efnilegi leikmenn. Virkilega sko. Og þeir eru líka mjög duglegir að æfa sig. Já. Það er mikið metnað og vilja til að bæta sig. Dominikas taka skotið. Svona vinnusemin og Eljan, hún á eftir að skila sér. Já. Og setur bæði, nei ekki. Nei, hann klikkaði á fyrsta. Já. Hvað var þetta, tæknivítið? Já, ég held það. Snæfell ennþá með boltan. Ekki. Boltinn. Og hann flýgur. Hrikalegur hann Hugi. Þetta var laglegt. Hann bara stökk nú upp bara verulega miklu lengra fráhaldin í bjóst við. Þessi drengur er hrikalegur. Þetta er rosalegt. Þetta er ekkert grín. Þetta var reynda skrif. Þetta gefur svo mikið momentum, svona tróðsla. Tæknivilla. Andrei klappar í skoti. Alls ekki að gera þetta. Nei, þetta er ekki... Þetta skilur engu. Nei, læri á þessu. Já. Hann veit að það er ágætt að hann læri þetta bara... Fínt að hann læri þetta í þessum leik. Er þetta þegar staðan er svona? Líka í útlandi þannig að ef maður klappar, ef einhver sem var í skoti er að tæknivilla? Ég held það, já. Alveg örugglega. Ef þú sýnir einhverja svona óíþróttamannslega tilburði eins og að klappa framan í einhvern eða eitthvað þess að þá... Það er að tæknivilla. Darrell hittir fyrst á skotinu, eða vítinu. Já, það er bara eitt víti. Eitt víti. Þeir halda áfram í svæðisvörninni.
kemur skrín hérna. Og þetta onni. Nei, ótrúlega. Margir leikmenn að standa afbæknum hjá Vestra. Hvað var þetta? Ha? Tveir leikmenn hjá Vestra standa upp á bæknum, veit ekki af hverju. Það var að rífast við dómaran eitthvað. Sending á Andrei. Góð sending á Hugi og Hugi klárar ekki. Mjög, frábært frákast. Hann maskína, sko. Þetta onni. Nei. Aftur? Þessi maður, þetta villað, dómari. Góð barátta hana. Ráðast bara á hann, sko. Já. Dómari kannu samt á boltan. Og Aron með skotið og hittir ekki. Gott frákast hana á Guðmundi. Frákastið. Og nú myndum við bara, nú skynsamlegt að stilla bara upp. 22 munur og Hugi missir boltan. Nú erum við að drifla of mikið. Skotið og hittir. Þá fáum við svona í andlitið. Já. Þetta snýst smá skynsemi núna. Setja bara upp. Hreyfum boltan, hættum að drifla honum. Og villa. Dominikanar er líka komið 4 villur. 3 leikmenn á Snæfelli með 4 villur. Alls ekki gott. Nei. Og það er mjög stóri póstar í liðinu. Já. Það gæti verið svolítið þungur róður hjá þeim. Nemanja með 18 stig og 15 fráköst í þessum leik. Þessi maður er bara hrikalegur. Og Hugi með skotið af. Hann varð að skjóta, það var lítið eftir skotningunni. Hann ætla bara að fara alla leið. Ég myndi... Já. Ég held að þetta sé bara rétt í dómarum. Þeir hoppu allir upp en þeir snert ekki boltan. Nei. Þetta var mjög... Hann ætlaði sér of þarna. Aron. Var ekki Aron? Jú. Andrei gerir vel, en hittir ekki. Hittir ekki, þetta var horni. Þarna hefði kannski hugsanlega verið skynsamlegra að reyna að klára hlutuna. Nú fær Snæfell síðasta skotið í leiklutanum. 6 sekundur eftir að þessum leikluta. Sjáðu. Dominikanar sem skotið og Andrei leiður boltan að fara út af. Það er 1,5 sekúndu eftir, það er alveg séns. Nemanja með 15 frákast. Þetta er alveg... Hann er maskína. Já. Hann er frákasta maskína, það er ekki öðru í sig. Akkur... Jæja. Ég myndi láta það hérna... Og hann grýtur bara boltanum upp. Já, hann var að skjóta. Ég hefði nú snúið þessu við, látið með Bósi skjóta þessu. Það er svona. Það veit aldrei. Skellum við tónlist á fóninn. Já. Mikilvægt að geta það. Já. 3. leikluti og Snæfell að tapa þessu. Já. Ekki örugglega byrjunum sem þeir voru að ímynda sér, sko, á þessu tímabili. Nei. En það er, eins og ég segi, þeir eru náttúrulega ungir, þarna óreyndir. Já. Þeir eftir að slípa sig örugglega aðeins betur saman. Já. Svo gengur að gerast. Og svo veit maður alltaf aldrei, það er 1 leiklut eftir, það getur ýmislegt gerst. Ótrúlegustu hlutir geta gerst. Besti leikmaðurinn á velli að mínu mati myndi ég segja þessi Nemanja. 18 stig og 15 frákast. Það er einhvern veginn, þannig, sko, hann er með 18 stig en það er einhvern veginn, það fer ekki dvoðlega mikið fyrir þessu, sko. Nei. Hann laumar þessi einhvern veginn. Og svo var hann með 15 frákast. Hann er náttúrulega bara, þetta er bara bull. Hann var líka svona í síðasta tímabili áður hann meiddist. Já, ég mitt. 20 frákast á leik næstu því. Já, 20 stig og 20 frákast á meðaltali, það er nú ekki leiðilega tölur. Nei. Og þess vegna var svo slæmt að missa hann út þarna fyrir kemna. Já. Það er auðvitað að brúa það bil. En nú mega vestramenn ekki missa einbeitingu. Þeir ætla greinilega að halda áfram í svæðinu, sýnist manni.
Og þeir ná náttúrulega að draga svolítið úr hraðanum með því að vera í svæði sitt. Sjáum Dreyndra Mason kemur inn. Já. Ég sé að þjálfarinn hjá Snæfelli Já, þetta var vel gert hjá honum. er ekki hræddur að nota hann þótt hann sem er 4 villur, hann Vladimir. Nei, ég held að í rauninni verða hann eiginlega bara að taka smá áhættu. Gott pekki á Þegar staðan er svona. Ansum er Hann skotið er skotið og og setur hittir það. fyrsta Vel gert. skotið sér. Nokkuð smúð. Já, hann missa boltan hana, þetta var slög sending. Sjá þessar Feikar vel og Sjá þessar gerir. hreyfingar. Þetta er bara bull. Þessi, þetta er bara, ég er orðlaus. Þetta er svo ljúft, þetta lætur þetta líta út fyrir að vera svo auðvelt, einhvern veginn. En þetta er ekki auðvelt. Hann er bara, Þannig þegar boltan nú vel. aðeins meiri hreyfing á boltanum hjá Snæfelli og þá endar þetta með opnu skoti. Það er bara þannig, sérðu? Góð hreyfing, en hittir ekki. Nei. Þau fá samt frákastið. Ná frákastinu. Og díhandari treyður. Já, þetta var kæruleysi. Þetta flokkast ekkert annað en kæruleysi. Og einnu Gulli, já. Þetta er klassík. Talandi kæruleysi. Nú voru Snæfellsmenn ansi kæruleysir. Skilja mann eftir galopin undir körfunni. Ein löng sending skilur við. Þeir voru samt konur 4 aftur. Já, aldrei að skilja mann eftir. Nei. Undir körfunni. Og Gulli setur þetta. vítið. Það er vel gert á Gulla. Rúnar kom með 4 villur. 4 leikmenn hjá Snæfell með 4 villur. Já. Það er bara Það er gott. deadly sko. Sérðu? Nú er 14 á Snæfelli, hann Ellert Þór spila fyrstu mínútur í þessum leik. Guðmundur með þrist og hittir ekki. Þetta er bara airball. Dominikanos með Þeir fá hraðaböð. Það er þetta sko sem þarf að gerast hjá þeim. Til þess að þeir nái að vinda ofan af þessu mun. Þá þurfa þeir að fá svona auðvelda körfur. Og á meðan þarf Vestra að passa sig einmitt á að hleypa þessu ekki upp í það. Þetta var... Og Ingemar með skotið og hittir ekki. Nei, við vorum að flytja okkur. Nú þurfum við, sko, núna erum við að býst fastlega við því að... Já, gerir vel að Gulli. Gæti alveg trú að Ingur fara að taka leikli. Já. Finnst það ekki ólíklegt. Hann Gulli, Gulliur, hann er oft í þessu Gulli, að standa fyrir fólki Gulli, og leyfa sér þetta bara. Sko. Gulli er Íslandsmeistari í að taka rauning. Hann er Íslandsmeistari Ég get alveg sagt það. Það er alveg ótrúlegt hvað hann er að staðsetja sig til að taka rauningana. Ég þarf að fullir það að hann hefur tekið lang flestu rauningana hérna bara síðastliðin 2 ár. Já. Af öllum á Íslandi sko. Ég er að tala um það. En hann kemur út af fyrir Nemanja. Já. Ég myndi kalla Gulla svona íslenskan Dennis Rodman sem kann að taka á sig svona villu sko. Einmitt, hann svona fórnar líkamannum í þetta. Já. Og hann líka einhvern veginn að lesa menn mjög vel. Góð boltarhreyfing hjá Vestra. Þetta var falleg hugsun. Góður snúningur hjá Dominik en tilgangslaus villa á hann. Já. Sko þetta er nefnilega málið. Frekar að leyfa all manninu hlaupa heldur en að bara grípa í endina á hann. Snæfellsmenn vita alveg hvað þeir þurfa að gera núna. Já. Núna þurfa að bara keyra frá það og þeir ætla að gera það. Það er alveg augljóst. Þá þurfum við að passa okkur. Þá þarf Vestra að passa sig sko. Díandri kom með 5 villur. Já, ég tók ekkert eftir því sko. Nei, ekki heldur. Hvenær fekk hann 50 villuna? Kannski var það hann sem hljópa á Gulla? Jú, auðvitað. Það er rétt. Gulli fiskaði hann út af. Og hann klúrar báði vítum. Við sjáum Haukur Hreins komið fyrir Gumma.
Haukur Hreins spilaði hana einu sinni líka með KFI, eða ekki? Já, hann spilaði með KFI. Hann þekki jakan. Já. Æði með KFI yngri flokkum og meistaraflokki til ársins 2015. Færði svo til FSU. Hann búinn að leika þar síðan 2015. Og Guðmundur að fara út af, bara af velli. Guðmundur að fara inn klefa sig. Já. 20 stiga munur. Ellert gerir einn en klúra boltanum. Missir boltan. Þarna vorum við heppin, mér sýndist þetta að fara af. Já, þetta fór aðeins af fótum á Andrei, sko. Mér sýndist það. Já, þetta átti að vera Snæfell bolti, sko. Já. Úff. Hvað sending var þetta? Sérstök sending, en það var búin að koma þeirri út í einhver vandræði hana. Nei! Góður snúningur hjá Dominík, Ellert með boltan. Viktor bara virkilega flottar. Slær bara í hendina á hann Nebo hjá Ellerti. Nebo með 21 stig, maður tekur aldrei eftir því þegar Nebo skora svona mörg stig á í svona leik. Nei, hann bara gerir þetta. Þetta er bara eins og þetta er bara honum eðlislegt einhvern veginn. 21 stig hjá honum Nebo, 8 frákust og 7 assist. Það er samt 9 turnover sem er ekki leiðilega tölur fyrir utan turnoverin. Dómur gerir vel, sendir á Ísak sendir á óheppnir. Það er fá nýja klukku. Það er 14 sekúndur. Þarna voru Snæfellsmenn heppnir. Og timeout. Leikhlé á Snæfelli, skiljanlegt, undir 20 stigum, 6 mínútur eftir á fjórða leikhluta. Þeir þurfa eiginlega að fara að girða sig svolítið í brók. Já. Snæfellsmenn. Sitja í fjórða gírinn. Já. Og það gera þeir bara, þeir verða bara að taka á þetta, fara að reyna að keyra hraðan og fá auðveldar körfur. Gummi með 2 óíþróttmannslegar villu, þess vegna fór hann út af. Gummi? Já, þess vegna. Já, ok. Hann fær væntanlega ekki bann samt. Nei. Það voru ekki þess eðlis, þessar villur. Og hjá Snæfelli er Dominíkas með 15 stig, hann er stigahæstur. Svo kemur Darrell með 10 stig og Deandre sem er góðin út af með 5 villur, hann er með 8 stig og Rúnar með 4, Aron með 2 og Ísak 2. Og þeir eru þarna 3 í viðbót með 4 villur. Náttúrulega Deandre komin út af, bara fór út af í fjórða leikhluta sig. Já. Sem er ekkert mjög gott hjá honum, en hann átti ekkert góðan leik, myndi ég segja. Nei, 4 af 16, 8 stig. Komst ekki alveg í takt í leikinn einhvern veginn. Þetta var ekki góð hugsun á þessar sendingu. Nei, mér finnst þetta að vera fótur á Nemanja. Það er vestramenn slupp með skrekkinn. Nebo gerir vel og klárar og veit. Sjá þessar hreyfingar hjá honum. Hann svona tekur svona hesitation moves. Já. Hesitation hreyfingar. Nær einhvern veginn að ná mönnum úr jafnvægi. Já. Það var virkilega vel gert. Ég áðan í þessari sóknu á Snæfelli myndi ég kalla fót á með manni hans. Já, með sýndist það nefnilega. Kasta boltanum beint í fótana á honum. Já. Akkurát. Aron upp með boltan, sendir á Ísak. Ísak keyrir inn, beint á með Manja.
Ég myndi segja að það er ekki margir sem myndi treysta sér að hlaupa bara beint á svona tröll, sko. Nei, þetta sér það. Þeir verða að breyta skotinu. Þeir þurfa að hækka það og þetta er ekkert auðveld skot. Nei, Anthony skot og Já, setur honi. Hann er að koma sér rólega inn í gír. Já. Aron boltan sendir á Viktor. Góð boltarhreyfing og gerir vel, stoppa boltan og hittir. Þetta er vel gert, virkilega vel gert. Tekur feikreifinguna, fær mennin upp. Klárar þetta vel. Rúnar, ekki Rúnar. Jú. Góð reyningur Nebo. Ekki góð sending myndi ég segja. Það var mjög þröngt. Mjög þröng sending hana. Það er þröngt svæði sem hann hafði að vinna með. Þannig að við Helga koma inn fyrir Ingimar. Já. Helgi Berg. Bergsteins. Jú, Helgi Snær Bergsteinsson. Bergsteinsson. Strax fá Villa á sig. Hver? Hann Helgi kom inn. Já. Þetta er menn verður að klassískur láta Helgi. finna fyrir sér strax, sko. Já. Það þýðir ekkert annað. Og Villa á hver? Ekki aftur á Helga? Jú. Aftur Villa á Helga. Þetta eru 2 villur á 2 sekúndum. Það er ekki amalegt. Það verður farin út af þetta hérna 5 sekúndur. Já. Löng sending á Aron. Beint á Dominikanu Sarkur. Já. Hérna. Darrell, góð hreyfing og klárar ekki. Þetta var góð. Hann náði sér góða stöðu þarna. Ég myndi keyra beint á þetta þar sem Snæfellur vantar einn mann í vörn. Sjá þetta. Og klárar vel hann. Já. Hann náði sér góða stöðu þarna. Þetta er það sem að það er ekkert allir. Það er alltaf fáir góðir í þessu. Hann náði sér í stöðu fyrir sóknarfrákast. Já. Menn er ekkert alltaf að pæli það. Ekki nógu mikið. Aron er góðan, nei. Þetta er flóter, sko, þetta er mjög erfið skot. Viktor með flóter hittir ekki. Ekki að færi hver sem er. Já. Helgi með skoti með þristinn og hittir. Já. Auðvitað setur hann þristinn. Hann er skitta. Já. Og honum leiðist ekkert að skjóta, sko. Nei, ég trúi því. Enda hverjum leiðist að skjóta. Góð feik en samt ekki. Helgi keyrir upp með boltan. Á hann ennþá sendur á Andrei. Þetta var gott hjá hann að henda hann fram á við. Andrei beint á körfuna. Klárar ekki. Snæfell bolti. Það er skipting. Inn á kemur hann Egill Fjölnisson í staði fyrir Nemanja. Nú fær Ingvi bara skipt út. Já. Skiljanlegt að sem Vestur er að vinna er að vinna hann leik, sko. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég held að Vladimir sé ekki fara að geta gert neitt mikið í þessu núna, sko. Það sem er 3 mínútur eftir. Hann er einhvern veginn ekki með svör við svæðisvörðinu. Nei. Og Andrei keyrir upp með boltan, góð hreyfing þarna. Þetta var fljót og góð hreyfing. Helgi upp með í körfuna. Sending á Egill sendir út. Ég myndi bara taka þetta skot, sko, en þetta var fallega gert líka, sko. Það var ágætlega gert hjá honum, Hauki. Virkilega fallega gert. Það er skrýn. Góð hreyfing hjá Aroni og hann hittir ekki. Það vantaði herslu munin hann hjá honum. Nei. Það var sending með vinstri. Skipting aftur. Nei, áfram. Nei. Eitthvað vandamál á borðinu. Tíminn stoppar ekki fyrir hann að það eru 2 mínútur eftir. Þá er hægt að skipta. Egill setur pikk, Nebo keyrir inn og klárar. Þetta er bara klassik, sko. Nú er augljóst að það er allur vindur úr Snæfellsmönnum. Já. Þeir eru búin að játa þessi sigraða. Missa vonina á að vinna leik, sko. Skrítið pikk þarna hjá honum Aroni. Nei, Rúnari segi. Já. Setur bak í hann. Já, þetta er stundum nota. Egill á póstinum og Egill klárar! Hann bara... Þessi drengur er bara... Það er leiklega.
Já, ég meina hann sterkur strákurinn og sá það að hann Ellert átti ekki mikla möguleika gegn honum hann. Þessi drengur, sko. Ég myndi segja að þessi leikur á Vestra bara mjög góð leikur, sko. Já, þetta er svona, ég segja þetta sé samfærandi. Já. Þetta er samfærandi sigur hérna. Spáin fyrstu deildar, hún var frekar skrítin þar sem Vestrið var sett sem í 5. sæti á þessu ári. Já, það getur stundum virkað hvetjandi fyrir lið að vera ekkert spáð allt of ofarlega. Hérna, menn mótiverast bara jafnvel ennþá meira við það. Já, já. Vilja sýna mönnum og sanna að þeir vita ekki hvað að segja. En það eins og segir, veist þessi fyrsta deild svolítið svona eins og bara óskrifað blað. Það eiginlega, ég held að þetta verði svolítið svipað kannski auðvitað fyrra. Það voru mikið til öll lið að vinna hvort annað einhvern veginn. Nema það voru einhver 5 lið sem voru svolítið svona skára sig kannski örlítið úr. Snæfell var sett í 7. sæti í þessari spá. Já, næsta eftir Vestra. Já. Einmitt. En þetta, ég myndi Höttur og Fjölnir og Þór, Akureyri, ég held að þau verði náttúrulega mjög sterk. Já, já. Þetta er náttúrulega detta niður úr dóminúrsdeild. Já, og þeir hafa alveg, ég held að þeir hafi virkilega mikinn vilja að koma strax upp aftur, náttúrulega eins og öll lið. En ég skilt að Kanin hefði mjög öflugur. Þetta vel gert. Óöfn að klára þetta ekki. Ísak með frákastið, Haukur sendur út og Rúnar kominn inn á. Rúnar kominn inn á. Við sjáum mjög unga leikmenn hjá Vestra núna. Hérna við skotið, sendur út, sendur á Rúnar, skítur og Erból. Egil með frákast. Alveg kemur. Það er skemmtilegt að horfa á svona unga leikmenn reyna á sig sem mest í meistaraflokki. Egil með frákast. Helgi Berg sendur út á Egil beint á Rúnar, beint í pitt, beint á póstið og Egil fyrir að vinna. Og Rúnar með skotið og beint onni. Hann sá það strax, beint onni. Ég myndi segja að þetta er búið, sko. Já, þetta er algjörlega búið. Ekkert mikið sem að hægt að segja lengur. Góð vörn hjá Rúnari, góð skipting þarna. Gerir vel, feikar, en er ból. Já, nú bara vera skynsamur, bara klára þetta. Já, þetta er annar. Og Rúnar annar þristur og skýtur ekki, það hittir ekki sig. Það er stundur svona þegar maður kemur inn á undir restina, þá vill maður setja mark sitt á leikinn. Hann náði ekki að klára leiðuppið þarna. Þetta leysist, það er svona gjarnan svona undir lokinn sem þetta leysist upp. Gott kott, en Egil með blokkið! Frábær blokk hann. Þessi drengur er bara eitthvað annars. Já. 4 sekúndur eftir, þetta er búið. Já, þetta er búið. Og hann nær sér í 7. stiginn. 80-47 fyrsti leikur á Vestra á þessu tímabili og Snæfelli. Sigur hjá Vestra. Já. Hvað finnst þér þennan leik? Mér finnst þetta, eins og segi, þetta var mjög samfærandi hjá Vestra. Þeir eru náttúrulega spiluðu svæðisvörn allan tíman. Já. Sem ég held að það hafi verið svolítið náttúrulega taktist hjá honum Ingva að reyna að drepa niður hraðan. Þeir eru greinilega mjög snöggir, sko, Snæfellsmenn. Þeir eru ekki kannski með frábærar skyttur. Þannig að það er kannski í lagi þó að menn fengu tiltölu opið skot. Ég held ekki að við mörgulega séð það á nýtingunni. Tryggast að nýtingunni, hún var ekki góð hjá Snæfell, alls ekki. Nei. Þannig að það hefði svo sem verið gaman líka að sjá hvernig það hefði gengið á móti taka maður á mannvörninu líka, en
Einu sem En þarna, mér fannst hann svona taktíst vera að drepa niður hraðan. Einu sem var að hitta úr þristum í þessum leik var hann Dominíkas 2-5. Já, 2-5. Restinnar hitta ekki neitt sko. Já. Hann var svona eiginlega þeirra besti maður þarna. Já. 17 stig. 17 stig. En við þakkum kærlega fyrir að hlusta og horfa á leikinn með okkur á Jakin TV. Er ekki svo einhver viðtölu eftir? Já, Jú. það er bara seinna. Það er bara seinna sko. Heyrðu, já. Við þakkum kærlega fyrir. Kærlega fyrir.